Æjólfur 3-1 tap á móti ÍR hérna í dag. Það hlýtur að vera hrikalega svekkjandi í ljósi þess að Hattarmenn unnu sinn leik í dag. Já, það er mjög fúlt að heyra það strax þegar það er flögt af og ljótt að það misti þessi líka en við þurftum að vinna og við gerðum það ekki, þannig að það skiptir ekkert máli hvernig leikurinn fór hjá Gróttu og ekki. Ég bara óska Gróttu og ÍR til hamingju með sætið í yngrannspil á því. Já, hvað fannst þér svona helst vanta upp á í ykkar leik í dag? Við höfum þetta að byrja betur, lendum snemma undir og mjög klöfur að marka með 2 en við komum okkur inn í leikin með að minnka munin rétt fyrir hálfleik. Svo við hefum bara þurft að ná að skapa fleiri færi í seinni hálfleik en Írringarnir voru mjög þéttir fyrir og það er hægt að fljóta á baka. Já, fannst þér eitthvað svona sérstætt sem fór úrskeiðis í sumar svona? Kannski lélegar afsökunar. EM-fríið fór ekkert sérstaklega vel í okkur. Ég veit að það var EM-frí á öllum liðum en við byrjuðum mótið mjög sterkt og við vorum í svolítið brasi í fyrstu leikjunum eftir þetta EM-frí. Töpum alltaf 3 leikjum í röð, síðustu 3 í fyrri umferð. Sú taprina, hún drepur þetta svolítið hjá okkur. En svo hugsa maður náttúrulega tilbaka líka í leikurinn á Seltjarnarnesi. Við áttum alltaf að klára hann og ég veit ekki hvort það við þurfum kannski að vera andlega sterkari eða eitthvað svoleiðis að halda það út. Ég hef ekki svo mikið skýringar á því, það þarf aðeins að hugsa það en það er svona þetta tvennt sko, það er kannski að ekki klára þennan svo grænt og úrslita leika og svo er sitt ekki að leika tapina í fyrri umferðinni. Margir leikir sem við eigum að klára en gerum ekki. Ef við gerum alveg upp sumarið í heild sinni, hvað svona finnst þér það? Mér finnst frábær þróun á liðinu frá því í fyrra. Haustið 2014 þá erum við bara rauninni á byrjunarreit sko, að byggja upp leikmannahóp og mikið af ungum strákum sem fengu eldskírn í fyrra og þeir eru búin að þroskast og þróast vel og við sóttum líka reynslu meiri menn inn í hópinn fyrir sumarið. Þannig að við erum vel talsvægt sjóaðar að liði núna og það hefur gengið rosalega vel að við erum á 2 keppnistímabilum búin að búa til virkilega sterkt lið og svo vinna heldur bara áfram. Við erum búin með 2 ára af þessu 3 ára plani og nú þurfum við bara að klára okkar markmið á þessu 3. og síðasta ári. Það er bara tjóðilega erfitt að komast upp úr þessu deild en við samkvæmt þessu 3 ára plani þá erum við á góðu róli og ég er bara þrjus stoltur af þessum strákum í þessu liði vegna þess að bara metnaðir og vinnusöminn í þeim. Við æfum alveg eins og skepnur og veitarna og sumrin og við æfum meira en mörgli gera í andra deild og ég er bara ekki tilbúin að stráka að klaga, bara þvílíkt stoltur að ég vera þjálfari þeirra. Þannig þú ert nokkuð sannfærður að við komumst upp á ári? Ég er mjög bjartsýnn á það, já. Við tökum þessa reynslu og þetta mótlæti og það styrkir okkur og við lærum að þessu og núna bara þurfum við aðeins að fá smá tíma til þess að þurrka þárinn og vinna út úr þessu mótlæti og svo bara komum við sterkari tilbaka og vinnan hefst bara í haust strax eftir og Afturelding telur sig eiga heima í fyrstu deild og það er okkar markmið að komast þangað og við gefumst ekki upp fyrir það texta. Glæsilegt, takk fyrir.